Þessi rannsókn hún í stórum dráttum sjálfbærni og hringrásarhagkerfi og sá þáttur sem ég að vinna að með öðrum aðilum, það textíl. Það sem við erum að skoða í Háskóla Íslands að það saga og bakgrunnur textíls á Íslandi með sérstakri áherslu á kynjasjónarmið, þannig að við erum að skoða framlag kvenna og karla í gegnum söguna. Við erum að kortleggja núverandi umfang, svona eðli og inntak, hvað hafa konur gert í gegnum söguna í sambandi við textíl og ullarvinnslu og hvað þeir að gera í dag. Nú tröllríður í heiminum, svokölluð hraðtíska og síðan árið 2000 að þá hefur framleiðsla á fatnaði næstu því tvöfaldast á sama tíma og við notum hverja flík sífellt styttra, sífellt minna og föt lenda miklu hraðar í ruslinu. Og í þessu ferli, kynjavítin felst svolítið í því, að þá eru konur á báðum endum keðjunnar. Konur eru yfir 70% þeirra sem að framleiða textíl og vinna við textíl í jafnvel fátækustu löndum heims, við aðstæður þar sem að regluverk lítið í vinnuverndarmálum og umhverfismálum og svo hinum endanum í ríkari hluta heimsins að þá eru konur að meirihluta ábyrgar fyrir innkaupum. Við höfum séð í rannsóknum að konur þær segjast hafa mikinn áhuga á tísku og þær hafa meiri áhuga á tísku heldur en karlar en það ekki kannski fyrir það að konum sé eðlislegt að vera mjög uppteknar af tísku. Það eru auðvitað mjög sterk samfélagsleg öfl, tengist kynja hlutverkum og þær eru svona kannski auðveldari bráð fyrir markaðinn. Textíl fjórði stærsti álagsþáttur umhverfismála í heiminum í einkaneyslu, svo það gríðarlega mikið í húfi að reyna að ná tökum á þessum iðnaði einhvern veginn. Og það snertir gríðarlega margt. Það snertir lífsvenjur okkar og það snertir gildismat og hvernig við lifum, þannig að við þurfum að endurmeta og endurhugsa í rauninni okkar nútíma lífsóldi upp á nýtt. Þetta sem sagt partur af stærri rannsókn, Evrópusambandsverkefni sem gríðarlega stórt. Og það taka þátt í því 8 borgir. Blönduós með í þessu verkefni fyrir Íslands hönd, textílmiðstöðin á Blönduósi. Hitt allt saman gríðarlega stóra borgir og það gengur út á að endurvekja menningarsögulega mikilvæg iðnaðarsvæði með nýsköpun og áherslu á hringrásarhagkerfi. Og þarna verið að skoða matarmenningu, textíliðnað, handverk og ýmislegt fleira í þeim dúr. Og öll stefna semst að sama markmiði að taka skref inn í nútímann og framtíðina á umhverfisvænan hátt.